Við erum með Reimar Helgason, framkvæmdastjóra Þórs. Við erum að taka stöðun á Reimari. Nú er hann ert þú búinn að sitja í 2 ár í starfi framkvæmdastjóra Þórs? Hvernig hefur starfið farið með Reimar? Starfið hefur bara farið vel með mig, held ég. Kannski þetta að spyrja minna nánustum að það er einhver breyting á mér. En ég, eins og sé, þetta hefur bara farið vel í mig. Þetta er líflegt starf og auðvitað eru dagar sem taka meiri en aðrir en það er ekkert gaman að þessu öðruvísi. Það þarf að taka stundum vel á því. Hvernig var það fyrir manni eins og þig að taka slagið með Þór eftir áratuga starf með félögum okkar hérna þannig fyrir Magna Greni? Hvernig var að setjast í svo stóru hjá Þór? Það var bara, ég held að það sé bara mjög mikill kostur að hafa verið allan þennan tíma hérna út á Grenivík, sko. Þar náttúrulega þurftu við sjálfboðaliðarnir þar að náttúrulega gangi öll störf og bara vitum mjög vel hvernig uppbyggingin er í íþróttafélagi og sú reynsla hefur bara nýst mér mjög vel hérna og ég á áfram mína góðu vini út á Grenivík og þetta er bara kostur, myndi ég halda. Fékkstu þær móttöku hérna hjá Þór sem þú áttir von á? Já, ég hef bara frá fyrsta degi fengið bara mjög góða móttökur. Ég hef nú þá skoðun að hérna maður eigi alltaf að spá meir í hvað er sagt og hvernig komið fram maður þegar þú hættir í starfi. En þegar þú byrjar, við búum nú í þannig þjóðfélagi, það er nú yfirleitt tekið vel á móti öllum, sko. Sem er gott að vinna fyrir klúbbinn svona leið og þér finnst hvernig er að fá sjálfboðaliða til starfa fyrir félagi. Hvernig gengur það? Já, ég myndi halda að þetta væri svona stærsta spurning sem bara íþróttafélögin í landinu standa frammi fyrir. Það eru sjálfboðaliðarnir því að eins og við vitum, ég og þú vitum að það er ekkert félag til án sjálfboðaliða og það er svolítið slagsið á þessu því að alltaf verður vinnan meiri, þú veist, kröfurnar verða meiri, félögin vilja hafa umgjöruna betri en það gengur verra og verra að fá sjálfboðaliða. Þannig að við þurfum einhvern veginn að laga þetta, sko. Því að hérna, en það má svona taka það fram að ég held að fólk svona almennt gerir sér ekki grein fyrir hvað eru margir í dag samt sem eru að vinna sjálfboðaliða sinni fyrir Þór. Það er gríðarlega fjöldi sem er að leggja sinn frítíma undir og eins og ég segi, þú veist, sjálfboðaliðsvinna fyrir íþróttafélagi og félagasamtök er bara skemmtileg ef þetta er góður hópur og sem dreifir álaginu en vandamálið er þegar þetta verða og fáir og þetta verða þungt og erfitt. Upplifir þið á að fólk svona almennt hafi sterkar taugar til félagsins? Já, það er eins og ég segi, það hefur sýnt sig mjög mikið á þessu ári að fólk hefur sterkar taugar til Þórs og lætur sér hlutina varða. Ertu orðinn einn af Þórsfjölskyldunni? Já, ég sko, það er náttúrulega bara með hverjum deginum maður var líklega dálítið dáinn að innan ef að maður smitaðist ekki með þessu miklu Þórstúrum sem maður er kringum og vinnum með alla daga og svo bara hef ég mjög mikið metnað fyrir mínu starfi og þá náttúrulega ertu að berjast fyrir vissum hlutum og fyrir félagið, þannig að það er ekki spurning. Reimar, eftir 41. árið í starfi og það sem að hefur aldrei sestir eitthvað reikning fyrir okkur og heimsbyggðin alla er þetta með blessaða koronaveiruna. Hvernig heldur okkur eftir að takast á mók okkur út á þessu skafli? Við erum náttúrulega bara búin að vera að reyna að gera það besta hverju sinni, sko. Við hefum verið með mjög hugmyndaríka þjálfara sem hafa verið að senda heimaæfingar á iðkendur og vinna við erfiðar aðstæður. Starfsfólki hérna hefur verið að berjast í þessu og reynda ekki sína nein veikleikamerki á starfinu, sko. Og svo erum við náttúrulega með mjög góða aðalstjórn sem lætur sig málin varða. Og fylgist vel með og grípur inn í ef svo ber undir, sko. Er maður nánast allt íþróttastarf líka núna niðri, enga keppnir í körfubolta og handbolta,
fótboltinn var blásinn af á þess að mótin hafi klárast. Hvað getum við gert til þess að halda í horfinu? Sko það sem við getum gert að vera alltaf á tánum, vera með starfið okkar, reksturinn okkar, sko, vera mjög meðvitaður hann og bregðast fljótt við þegar að þetta fer að skána. Þú veist, það einna helst sem við þurfum að vera klári með, sko. Þannig að má segja að salan á Þórsgrímunni sé kannski gott að með hvernig menn hafa nýtt sér ömurlegar aðstæður með jákvæðan hætti. Já, við grínumst nú með það að það væri rosa gaman að græða loksins að þessa COVID, ekki bara tapa. Þannig að það hefur gengið mjög vel og auðvitað reksturinn ekki svo sami og styrkur fyrirtæki hefur minnkað en sigurvegarinn í þessu að reyna að ná inn auknum tekjum bara hinn almenni Þórsari þetta nútíð. Því það alveg sama hvað við höfum hendi í loftið með, selja aðgöngu með á leiki sem fór ekki einu sinni fram, áskoranir á að styrkja deildir og félagið að grasrótin hefur tekið því rosa vel og sýnir það að þeir ekki saman í félagið sitt og vilja koma að þessu. Þegar talandi að standa á bak við félagið sitt hafa verið gert átaki að innheimta félagsgjöldin. Hvernig hefur gengið ár og nú hefur við séð íþróttafólk okkar svona stiga fram og auglýsa og hvetja félagsmenn til að greiða gjöldin. Hvernig gengur þetta? Þetta hefur bara gengið vel. Ég nú mjög mikill áhugamaður félagsgjöld og vil að fólk borgi félagsgjöld í félagið sitt. Þetta var mikið áður fyrir þegar tekjuflæðið var minni inn í félagin, þá var þetta hryggsúlan í reksturinn. Svo þegar það fara að koma meiri peningar inn þá sinntu menn þess ekki. En það samt ekkert eðlilegt við það eins og hefur verið síðustu ára, það hefur verið innheimtast 20% af útsendum félagsgjöldum. En það eins og ég segi, við fórum upp í 30 fyrra og vonumst eftir að komast upp í 40% núna, þannig að þetta að ganga vel og eins og við höfum orðið var við þá hefur mjög margir haft samband sem hafa ekki fengið seðilinn í heimabankan og á einhverju eða hafa haldið séu í félagsskrá og vilja vera þar og að láta setja sig í skrána og fengið rukkun í heimabankan og ég skora bara á alla sem eru þarna úti og ekki hafa fengið seðil en eru Þórsarar að hafa samband við okkur. Við á auðvitað skal? Já, það bara og það bara eins og gamli kallinn sagði, sko, ef þú borgar félagsgjald þá máttu hafa skoðun að rífa kjaft á félaginu þínu, ef þú borgar það ekki þá skaltu bara hafa hægan, sko. Reimar, snúum okkar aftur að COVID-inu sem nú að hrjá heimsbyggðina. Nú erum við að fá jákvæðar fréttir af því að bóluefni sé væntanlegt og vonandi á geti þá orðið viðsnúningur á árinu 2021. Já, það verður klárlega viðsnúningur en hann verður ekki, held ég, eins hraður og menn eru vonast eftir. Þú veist, þetta rekstrarárið 2021 verður erfitt. Þú veist, við vorum búin að innheimta fullt af styrkjum í byrjun árs 2020 sem við náum ekki 2021 því að fyrirtæki hafa bara sjá núna að staðan erfið og eðlilega þurfa þau að draga saman en ég mjög fegin að við erum komin á þann stað áður en að COVID kom að nú gerum við upp félagið sko bara nánast mánaðarlega. Þú veist, berum þá reksturinn saman við áætlunum sem deildirnar skila inn og hnippum í menn ef þetta eitthvað öðruvísi og vinnum með deildunum í að laga þetta ef eitthvað bjátar á og það líka gerir annað að fyrir stjórnir deildarna, fyrir gjaldkerana að þú verður svo meðvitaður reksturinn, hvað þú átt og hvað þú mátt eða þú veist alltaf stöðuna bara hverju sinni, sko. Þeir tímar eru búnir að þú getur reikið einhverja deild í 12 mánuði og svo sérðu bara niðurstöðuna þegar ársreikningurinn gerður. Nú bara gengið í málin og
eins og sé, þetta hefur reynst vel og er hörku gott tæki sem við erum að beita. Menn eru bara með puttan á púlsinu. Já, það þú veist, menn hafa alltaf þurft að gera það, en ef það er einhvern tíman nauðsyn þá er það núna á þessum tímum. Það bara verður að liggja yfir öllu, þú verður að liggja yfir að, eins og sé, vera hugmyndaríkur í að halda starfinu og ekki síst náttúrulega rekstrarlega, sko. Reimar, nú svona fer að líða að lokum að þessu viðtali, er eitthvað sérstakt sem myndi vilja koma á framfæri? Ég held 2020 sé á þeim stað, á eins góðum stað hjá okkur og hægt er. Þú veist, það eru allir búin að leggja alveg gríðarlega vinnu í að reyna að auka peningaflæði inn í félagið, horfa á hverja krónu og 2021 mun taki líka en við komum standandi niður úr þessu öllu, en mestar áhyggjur sem ég hef í dag, það er ekki af rekstrinum per se, við náum því, sko, það er talandi um sjálfboðaliðan, sko, því að sjálfboðaliðið í Þór er búin að vera að vinna á þessu ári við alveg rosalega erfiðar aðstæður, miklu erfiðar en venjulega. Þetta er alltaf harka ná með pening, hvar við getum fengið sem mest út úr henni. Nú þarf að taka bara miklu erfiðari ákvarðanir, þú veist, bara nú er stopp, þessi deild stopp, hvaða stóru ákvarðanir þurfum við að taka, þurfum við bara að senda leikmenn heim eða skera enn meira niður, og þannig að það eru margir orðnir þreyttir í leiknum. Ég segi það að Þórsarinn 2020 er sjálfboðaliðinn okkar, og ég myndi vilja skora á alla þann úti sem að hafa taugar til Þórs og hafa samband hvort þau geti hjálpað eitthvað til. Margir þekkja náttúrulega fólki sem er í stjórnunum hjá okkur, hafa kannski samband við það, spyrja hvort þau geti eitthvað hjálpað og gert eitthvað, allt hjálpar til, og ég veit að svo hringing til sjálfboðaliðanna, það myndi gefa þeim mikið, sko. Það því að, eins og ég segi, við þurfum að standa saman á þessu tímum og ekki bara krossa putta að sjálfboðaliðarnir hafi þetta af og séu það sterkir, heldur þurfum við að koma öll að þessu og létta þetta. Og til dæmis eitt dæmi, ég hef aldrei skilið, sko, þegar að deildirnar er að reyna að fá vinnuverkefni eða eitthvað, til dæmis að, sko segja, bara þrífa íbúður, kannski bara heila blokk, að það sé bara stjórn deildarna sem að fara í það. Við hljótum að eiga hendur að núti sem að vilja koma svona átaksverkefnum og hjálpa til og upplifa sig sem hluta af heild. Ég getur nú orðin svona eins og þú sagt í einhverju dagulagi, komdu með, við viljum fá því. Já, það er bara algjörlega þannig, það er bara, ég átt að nota þau orð, það er miklu styttri og skilvirkari, sko. Reimar, hvað ætlar að vera lengi í starfi sem framkvæmdastjóri Þórs? Já, það er stórt spurt. Ég ræð því nú kannski ekki einn, ég er náttúrulega vinn í umboði aðalstjórnar og bara hins almenna Þórsara, en mér finnst þetta spennandi, mér líður vel hérna og er með ákveðna sýn, sko, hvert félagið á að fara og hvað við viljum gera, og gera þetta starfi gott, gera rekstrarlega sjálfbært og setja okkur markmið, þú veist, af því eins og ég segja, þeir sem er ekki með einhvern stað sem sjá fyrir sér og vilja komast á, þeir aðrir eru alltaf á réttum stað og þá gerist voða lítið. Þannig að, og ég er ekki þekktur fyrir að skipta starf, ég var 30 ár í mínu síðasta starfi áður en ég kom hingað, þannig að ég er allavega ekki að leita mér að vinnu í dag, mér líður vel það sem ég er. Þannig ef að sagan heldur áfram þá til 28 ár eftir? Já, ég sko kannski fara að telja svolítið hinum megin frá, sko, en ég er á fullu og ætla mér að vera það áfram. En að loka spurningin, kemur kannski óvænt. Reimar, hver er óska jólagjöfin í ár? Jólagjöfin í ár, það er bara að við komumst aðeins á lygnari sjó og bara sem félag, sem fólk og iðkendur og bara láta okkur líða sem allra best og nái aðeins að hlaða batteríin fyrir næstu brekku sem við þurfum í. Reimar, ég vona að þú náður að hlaða batteríin eins og við allir Þórsarar, við þurfum á því að halda. Gangi vel og takk fyrir spjallið.
Takk fyrir mig.